Góðir áhorfendur, ég heiti Pétur Gunnlaugsson, ég einn af stofnendum lýðræðisvaktarinnar. Hér eru komnir tveir stofnendur lýðræðisvaktarinnar, hagfræðiprófessorinn Þorvaldur Gylfason og Gunnar Tómasson, hagfræðing. Verið velkomin. Takk. Takk fyrir. Við ætlum í þessum þætti fyrst að ræða efnahagsmál og peningamál. Og ég vil kannski byrja á að spyrja þig, Þorvaldur. Getur stjórnarskrá komið í veg fyrir efnahagshrun? Stjórnarskráin sem við búum við frá 1944 kom sannarlega ekki í veg fyrir hrun. Og það stafa bara því að valdmörkin milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds og dómsvalds eru ekki nógu skýr og frumvarp stjórnlagaráðs sem nú bíður lokaafgreiðslu á Alþingi tekur á þessum vanda. En engin stjórnarskrá getur veitt fullnaðar tryggingu fyrir því að ekki verði aftur hrun, en hún getur dregið úr líkum þess. Og frumvarp stjórnlagaráðs er eiginlega langa gerðin af stefnuskrá lýðræðisvaktarinnar. Því að lýðræðisvaktin leggur til grundvallar tóninn í stjórnlagafrumvarpinu sem er svo vel lýst bara með fyrstu málsgrein aðfaraorðanna. Við sem byggjum Ísland viljum skapa réttlátt samfélag þar sem allir sitja við sama borð. Og þessi grundvallar hugsun að við fáum öll að sitja við sama borð rennur eins og rauður þráðum í gegnum stefnu lýðræðisvaktarinnar, hvort heldur við erum að tala um efnahagsvaktina eða velferðarvaktina eða auðlindavaktina eða byggðavaktina. Þetta er okkar rauði þráður. Gunnar, á 9. áratugnum þá gagnrýndir þú harðlega gjafakvótakerfið og verðtryggð lán, verðtrygginguna. Á þessi gagnrýni rétt á sig núna 30 árum síðar? Ég held að staðreyndirnar tali sínu máli. Hér hefur orðið óheyrileg byggðaröskun við það að kvótinn hefur safnast á örfáar hendur eins og fyrirsjáanlegt strax í upphafi. Ég hafði 1974-5 þá skrifaði ég grein Morgunblaðið byggðakvóta að 1/3 af kvótanum yrði útferður á grundvelli byggðasjónarmiða sem að það kom aldrei til umræðu reyndar. Ég tel að kvótakerfið hafi þann kost að það er ágætis tæknivæðing sem hefur orðið og afköstin eru mikil á hverju einingu. En þar á móti kemur þessi röskun sem hefur orðið bæði á byggðasjónarmiðum og líka tækifærum ungra sjómanna og verðandi útgerðarmanna að geta hagnýtt sér sína hæfileika og reynt sig við að nýta auðlind okkar allra saman. Varðandi verðtryggingarákvæðin, þá var ég held ég leyfi mér að segja ég er svo fyrsti sem að gagnrýndi mjög harðlega afnám verðtryggingar á laun meðan að þau voru látin halda sig á lánum launþega. Þarna var að ræða, það var 1983. Þetta hefur orðið orsök að ómældri röskun á högum þúsunda fjölskyldna í landinu og það var vanhugsað að taka algjörlega úr sambandi tengsl launaþróunar við verðbólgu og þá hækkun á skuldum íbúðaeigenda. Ég held að þetta eitt, þegar við horfum fram á næstu 4 árin, ef að hér verður ekki breytt verulegum stefnu og tekið til í húsnæðislánakerfinu og húsnæðislánum neytenda, að þá erum við að horfa á sorglega framvindumála sem að verður að taka á. Það er vandamáli núna á næstu 4 árum. Höfum við kraft, höfum við dug, höfum við hugrekki sem samfélag að takast á þessu vanda. Það eru mörg vandamál þar í veginum, en þetta held ég að sé aðal málið rétt í augnablikinu ásamt til lengri tíðar að taka á kvótakerfinu á miklu réttlátari grundvelli heldur en upphaflega kerfið var sett á. En Þorvaldur, er réttlátt að færa niður höfuðstól verðtryggðra lána? Höfum við efni á því og hver á að greiða? Ég tel að það sé ekki bara réttlátt,
heldur óhjákvæmilegt. Vegna þess að áhættunni sem að fylgir lánveitingum og lántökum á óvissum tímum hefur verið ójafnt skipt. Lántakendur hafa setið uppi með svo að segja alla áhættuna en lánveitendur hafa sloppið. Og þetta kom sér afar illa fyrir lántakendur núna í hruninu vegna þess að þá gerðist það á sama tíma að verðlag hækkaði og með því höfuðstóll húsnæðisskulda og annarra skulda og að laun lækkuðu og fasteignaverð stórlækkaði. Og þess vegna tel ég nauðsynlegt að það sé kanna rækilega hver staðan því að stöðumati svolítið á reiki og þegar þeirri kortlægningu lýkur að þá verði tekin ákvörðun það með hvaða hætti hægt sé að færa höfuðstól verðtryggðra húsnæðislána niður með einhverjum hætti aftur til ársins 2008 með svipuðum hætti og nú stendur yfir niðurfærsla gengistryggðra lána sem reyndust vera ólögleg og nú eru að vísu blikur á lofti vegna þess að sumir lærðir lögfræðingar að hafa leitt að því getum að ef til vill kunni verðtryggingin eins og hún hefur verið framkvæmd einnig að orka tvímælis í skilningi laga og úr þessu þurfum við auðvitað að fá skorið áður en fullnaðar ákvörðun útfærslu og kostnað og þess háttar liggur fyrir. Gunnar, hvernig þarf að breyta starfsemi bankana á Íslandi? Sumir segja að það sé ekki stunduð eðlileg bankastarfsemi, það séu innlánast, það séu innheimtufyrirtæki fyrst og fremst. Ég held að séu tveir aðal hlutir sem þarf að lagfæra. Fyrst það að þetta allt of stórt batteri fyrir þetta litla samfélag sem að ræða. Og í öðru lagi þá nauðsynlegt og þar vekturlóða tekið að aðskilja fjárfestingarstarfsemi og almenna innlána og útlánastarfsemi bankana. Viðskiptabankar eiga ekki að vera í fjárfestingum. Við reyndum að leyfa þeim að gera hvoru tveggja, vera með fjárfestingar og stunda eðlileg eða hefðbundin viðskiptabankastarfsemi. Það leiddi til ómældrar hörmungar. Lífeyrissjóðarnir fóru þar á hausinn með 500 milljarða sem þeir spiluðu með í þessari fjárfestingarstarfsemi bankana. Og þetta alveg grundvallaratriði að þetta verði aðskilið og við það mun minnka eiginlega sjálfkrafa umsvif og umfang bankana sjálfra og starfsfólksins sem þar Já, rétt fyrir hlið þá þurfum við að spyrja einnar spurningar í sambandi við ríkisbúskapinn. Við viljum halda útgjöldunum í skefjum. Er það hægt? Það er hægt og við þurfum einnig að halda almennum sköttum í skefjum en gera í ríkara mæli út á auðlindagjöld og hvalrekaskatta, það er að segja skattlagningu á skyndihagnað sem fellur mönnum til dæmis vegna gengisbreytinga. Við erum þegar komin inn á þessa braut í tíð núverandi ríkisstjórnar, við þurfum að halda lengra. Já, við tökum núna stutt hlé og það verður viðtal sem eru tekið út úr bæ, frá bænum og við komum að því seinna en við komum svo aftur og ræðum hér við Arnfríði Guðmundsdóttur og Örn Pál Jónsson. Stefnuskrá lýðræðisvaktarinnar er engin loforðaflaumur. Við ætlum ekki að taka þátt í einhverju yfirboða kapplaupi. Það er fjarri okkur og ég vona að kosningabaráttan lendi ekki í þeim gamla farvegi. En stefnuskráin okkar er samt ekki loforðalaus. Eitt mikilvægasta loforðið varðar auðlindir í þjóðareigu. Frumvarp stjórnlagaráðs kveður skýrt á jafnan aðgang að auðlindunum og nýtingu þeirra og réttláta hlutdeild réttseiganda auðlindana, fólksins í landinu, í arðinum af auðlindinni. Og frá því munum við aldrei hvika. Þetta er sennilega eitt allra helsta og mikilvægasta baráttumál þjóðarinnar og þá leið okkar sem stöndum lýðræðisvaktina. Stjórnlagaráð afhenti Alþingi
frumvarp að nýrri stjórnarskrá í júlí 2011. Það var eftir 4 mánaða ítarlega vinnu og síðan kom stjórnlagaráð aftur að málum snemma árs 2012 eins og allir vita. Þingið hefur síðan haft frumvarpið til meðferðar. Eftir á að hyggja getur manni dottið í hug að hannaða atburðarás gæti hafa verið að ræða í öllu þessu ferli. Það að segja til að spilla málinu. Og af hverju þurfti að spilla málinu? Engin efnisatriði lágu fyrir á þeim tíma. Það var ekkert til að vera á móti, eða hvað. Það var alltaf eitthvað komið í veg fyrir að þeir sem hafa skipað þingnefndir til að fjalla endurskoðun stjórnarskrár næðu saman. Það hafi verið hagsmuni kjördæma, hagsmuni flokka, hagsmuni þingmanna sem hafa staðið í veginum. Samt höfðu þeir ávallt færustu sérfræðinga sér við hlið, en allt kom fyrir ekki. Fjallið tók jóðsótt og það fæddist mús. Legðu grunn að framtíðinni með nýrri sparnaðarleið. Vaxtaþrep 30 dagar bundinn óverðtryggður innlánsreikningur þar sem vextirnir hækka í þrepum eftir fjárhæð innistæðunnar. Kynntu þér vaxtaþrep 30 dagar á islandsbanki.is. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Eindægja afborgana af lánum Íbúðalánasjóðs breytist og verður framvegis 3 dögum eftir gjalddaga. Íbúðalánasjóður. Nýtt siglingakerfi. Vikulegar strandsiglingar við Ísland með beinni tengingu við Færeyjar, Bretland og meginland Evrópu. Eimskip. Til sölu löggjafarvald. Selst ódýrt erlendu ríkjasambandi. Allt á að fara. xnei.is. Heimilið mitt, þar alltaf mjög líflegt. Nýtt Ajax, A-hliðar hreingerningalögur, sýnir bjartari hliðar lífsins. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Já, við erum að ræða efnahags- og peningamál við Gunnar Tómasson og Þorvald Gylfason, hagfræðinga. Nú, það í sambandi við vogunarsjóðina, Gunnar. Nú eiga vogunarsjóðirnir stærsta hlutan í bönkunum. Hægt að, hvernig eigum að koma að því að draga úr möguleikum þeirra til þess að tæma lífeyrissjóði okkar Íslendinga? Ég held að við höfum mjög góðar aðstæður til þess. Samkvæmt íslensku lögum eru þrotabú íslensk greiða út skuldanautum í íslenskum krónum. Þannig að við höfum samningastöðu gagnvart vogunarsjóðunum sem að vilja vita skuld fá sinn hlut í bönkunum útgreiddan í gjaldeyri. Það virðist vera að okkar staða sé mjög sterk og lífeyrissjóð og vogunarsjóðunir hafa nú þegar gefið til kynna að þeir eru tilbúinir að samkvæmt fréttum að afskrifa nafnvirði eigna sinna alltaf 50%. Það nú ekki svo rausnalegt eins og það hljómar vegna þess að þessar kröfur sem að þeir eiga og í gegnum þær kröfur sem þeir eiga bankana að þeir keyptu þær á innan við 10% kannski upphafi. Þannig að það margfaldur hagnaður þeirra á upphaflegri fjárfestingu þó þeir gæfu 50% afslátt frá bókfærðu virði bankana. Þar á ofan kemur hlutur sem að ég veit ekki alveg hvort það sé hægt að meta núna, að það full ástæða til að ætla að eignir bankana séu mjög ofmetnar miðað við raunvirði. Það mjög hátt hlutfall lána í vanskilum, langt herra heldur en gerist í Evrópu og það hlutur sem að þarf að rannsaka að mínu mati áður en að við förum í uppgjöru bankana því að það þeirra hagur að blása upp
bókfært virði sinna eigna, jafnvel þó að lánin sem að standi á bakvið það séu ekki mikils virði. Ég held að það, ef að til dæmis bönkunum verði gert að færa vanskilahlutfall sitt niður í það sem gerist og gengur í Norður-Evrópu, þá myndi bókfært andvirði bankarna minnka mjög verulega og kannski fara tölverða leið upp í 50% sem þeir eru tilbúinir að gefa eftir. Það þarf að vera með raunhæft eignamat á bönkunum áður en að samið er við vogunarsjóðina. Þegar þar að kemur þá eru við í sterkri stöðu. Ég hef engar áhyggjur af því ef að við förum skynsamlega í þetta að við getum ráðið við það á viðunandi hátt. Þorvaldur, lýðræðisvaktin leggur áherslu á það að hækka skattleysismörkin til þess að bæta kjör láglaunafólks. Já. Er það hægt? Það er hægt. Það sem gerðist fyrir hrun var að ójöfnuður í okkar samfélagi fór úr böndunum. Við breyttumst úr því að vera í miðjum hópi Norðurlanda yfir að fara í slagtó með Bandaríkjunum á þess að það væri nokkur umræða í landinu og mér sé án þess að Hagstofa Íslands birti tölur þessa öru þróun í átt til aukins ójafnaðar. En nú eftir hrun hefur jöfnuðurinn aftur aukist, þau færst aftur nær Norðurlöndunum, en við þurfum að minnihyggju að komast aftur í miðjan hóp þeirra þar sem við vorum, því að þar eigum við heima og ein leið til þess er einmitt að hækka skattleysismörk, því að sú aðgerð hefur tvær afleiðingar sem eru mjög æskilegar frá mínu bæjarinu séð. Það eru jafnaðarráðstöfun og einnig ráðstöfun sem kemur til móts við þarfir þeirra sem höllum fæti standa í okkar samfélagi á erfiðum tímum. Gunnar, við erum með 1,6% hagvöxt á síðasta ári, miklu lægri hagvöxtur en var spáð. Framleiðslan samanborið við Norðurlöndin er miklu minni. Hún er helmingi minni hér en í Noregi og hún er miklu minni heldur en í Danmark. Hvað þurfum að gera til þess að auka hagvöxtinn? Ég held að við séum á mjög slæmri braut í því tilliti. Við erum með umhverfi hér fyrir efnahagsstarfsemi sem er mjög óvistvænt skulum við segja fyrir aukna framleiðni og aukna fjárfestingu. Fjárfesting er að dala, hún er var að minna á síðasta ári heldur en árið 2011 og meiri fjárfesting er dálítið mikið að ég myndi ætla undir því komið að hér skapist umhverfi fyrir fjárfesta sem að er þess eðlis að þeir treysti númer 1 pólitíska umhverfinu sem þeir starfi og númer 2 að hér séu eðlilegur aðgangur að erlendu fjármagnsmörkuðum og að fjárfesta sem að til dæmis utan úr heimi koma hér og starfa þá með íslenskum fjárfestum eða sjálfstætt að þeir hafi fulla möguleika á því að hafa lánaviðskipti við útlönd og líka taka arðgreiðslur út í gjaldeyri. Allt er þetta flókið mál núna og hér verða breytingar á umhverfinu nokkuð tíðar og tíðar breytingar skapa óvissu og óvissa dregur úr fjárfestingu. Þorvaldur, lýðræðisvaktin vill auka frelsi í viðskiptum. Já. Og aðskilja stjórnmál frá viðskiptum. Já. Er þetta ekki mikilvægt? Þetta er mjög mikilvægt. Ein helsta meinsemdin í okkar efnahagslífi áratugi aftur í tímann er of náið samband stjórnmála og viðskipta. Það var í raun og veru meinsemdin sem gerði það að verkum að einkavæðing bankanna fór úr böndunum og þeir fóru síðan lóðbeint á hausinn fáeinum misserum eftir einkavæðinguna. Þessu þurfum við að breyta. Við þurfum að umskipa bankamálunum. Við þurfum að ákveða hvers konar bankarekstur við viljum hafa hér. Viljum hafa hér til dæmis einn ríkisbanka og einn eða tvo einkabanka og eiga þá einkabankar að vera innlendri bankar eða erlendir. Mér finnst koma vel til greina að bjóða flekklausum erlendum bönkum að koma hingað heim. Ég er sannfærður það að mjög margir íslenski viðskiptavinir myndu flytja viðskiptin sín bara samdægurs yfir í slíkan banka til þess að strika yfir óhamingjusama fortíð í einu vettvangi. En þarna má ekki rasa áfram. Bankar eiga ekki að vera að spila víti. Þeir mega ekki vera ríki í ríkinu, en samt voru þeir einmitt hvort tveggja hér í aðdraganda hrunsins.
og þess vegna þurfum við að vanda okkur mikið við það að koma bankamálum landsins í betra horf, auka samkeppni milli bankana, að jafna hlut lántakenda í viðskiptum sínum við lánveitendur. Þetta þarf að gerast meðal annars með endurmati eða hugsanlega afnámi verðtryggingarinnar og þá á þeim forsendum að sé til þess að verðbólgan sé höfð í böndum. Og það hægt bara með hefðbundnum aðgerðum í ríkisfjármálum og peningamálum, með hraðahindrunum. Öllum þykir okkur sjálfsagt að það séu hraðahindranir í umferðinni til þess að tryggja umferðaröryggi. Það þarf samskonar hraðahindranir í bankarekstur til þess að firra saklausa vegfarendur þeim skakkaföllum sem reynslan sýnir að bankarnir geta lagt á okkur. Og það eru til aðferðir til þess að gera þetta með útlánaþökum og þess háttar og með því að setja í lög stranga reglur það hverjum treystandi til þess að eiga banka og hvernig bankareksturinn á að fara fram. Og ég tel í ljósi reynsluna nauðsynlegt að fjármálaeftirlitið sé inn á gafli í bönkunum og blási í flautur leið og þeir fara upp fyrir útlánatökin. Þessu öllu saman var illa fyrir komið í aðdraganda hrunsins og við höfum að læra af reynslunni og gera þetta rétt eftirleiðis. Já, við tökum núna stutt hlé. Fólkið í landinu á skilið að fá vandaða stjórnarskrá sem á mannamáli og tekur á þeim grunnatriðum sem stjórnarskrá ætlað að gera. Að vera rammi fyrir lífið í landinu, rammið stjórnmálastarfið og samspil valdþátta í íslensku samfélagi. Jöfnun atkvæðisréttar, auðlindir í þjóðareign, mannréttindi, aukið vægi Alþingis, vönduð vinnubrögð og vörn fyrir stjórnarandstöð á hverjum tíma, aðkoma almennings að upplýsingum, nýjar leiðir til að koma málum í þjóðaratkvæði, skýrara hlutverk forseta Íslands, styrkari stoðum rennt undir sveitarstjórnarstigið og svo mætti lengi telja. Það þetta sem í nýrri stjórnarskrá. Eitthvað af þessu vinstri stefna eða hægri stefna? Ég segi nei. Eitthvað þarna sem knýr á að menn fari í pólitíska skotgrafir? Ég segi nei. Meginstef lýðræðisvaktarinnar að allir siti við sama borð. Það merkir til dæmis að öll atkvæði landsmanna vegi jafnt. Eftirlitsstofnun Evrópu hefur einmitt gert athugasemd við misvægi atkvæði á Íslandi og það ætti að vera næg ástæða til þess að leiðrétta þetta. Það þýðir líka að jafnaður skuli réttur allra borgarana og ekki skuli mismunað vegna kyns, kynhneigðar, fötlunar eða uppruna og rýra tækifæri sumra til þess að njóta hæfileika sinna. Við á lýðræðisvaktin eru einnig hlynnt beinu lýðræði, það að segja tíðari notkun þjóðaratkvæðagreiðslna til þess að lyfta viðkvæmum og erfiðum málum af herðum Alþingis svo að það geti heldur beint kröftum sínum í aðrar áttir. Þannig til dæmis alveg tryggt að lýðræðisvaktin mun virða það heit að innganga Íslands í Evrópusambandið getur því aðeins orðið að fram hafi farið bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla málið sem lyktar með fleiri jáum en neyjum. Ertu með stjörnur í augunum? xnei.is Texasborgarar, nú það lambaborgari, 140 gramma borgari úr íslensku lambalæri með bennes, djúpstektum laukringjum og frönskum, aðeins 1390 krónur. Texasborgarar, Grandagarði 11, texasborgarar.is. Við höldum áfram að ræða hér stefnumál lýðræðisvaktarinnar. Hingað eru komin Arnfríður Guðmundsdóttir, prófessor í guðfræði og Örn Bárður Jónsson, sóknarprestur. Velkomin. Takk. Takk fyrir. Nú, við skulum fara að ræða stjórnarskrána. 20. október síðastliðinn.
þá var þjóðaratkvæðagreiðsla tillögu stjórnlagaráðsins. Mikill meirihluti þeirra sem tóku þátt í þeirri atkvæðagreiðslu samþykktu þessa tillögur. Það sem við viljum gera núna að við tökum mark á þessum þjóðarvilja. Hvað vilt þú segja þetta mikilvæga mál? Mér finnst bara mjög brýnt að við klárum hennar ferill. Þetta búin að vera langur ferill, allt frá því að það var samþykkt á Alþingi að fara út í það að skrifa niður nýja stjórnarskrá. Þannig og síðan þessi ferill eins og við þekkjum með þjóðfundinn og stjórnlagaráð. Þannig að mér finnst bara mjög brýnt að við fáum að klára þennan ferill. Þjóðin búin að fá tækifæri til að segja skoðun sína á þessu verki okkar sem við unnum í stjórnlagaráði og það var mjög afgerandi niðurstaða. Þannig að mér finnst það mjög brýnt mál. Hvað segir þetta? Já, ég held að það verði að klára þetta mál og það eigi að láta frumvarpið fara í atkvæðagreiðslu og mér hugnast ekki þessi leið sem að menn að reyna að fara að fleyta þessu yfir á næsta kjörtímabil. Þá eru menn að senda frumvarpið inn í óræða framtíð. Við vitum ekkert hvernig þetta næsta þing verður og við skulum átta okkur á því að andstaðan við þetta frumvarp byggist ekki á því að þetta frumvarp í því sé verið að leggja til að festa í sessi til með sérhagsmuni. Það er ekki í frumvarpinu hindrun fyrir almenning að hafa áhrif á ákvarðanatökur. Það er ekki í þessu frumvarpi áframhaldandi kvótaeign og svo framvegis. Þannig að það brýtur á í þessu málum. Það er vegna þess að frumvarpið er að taka á réttlætismálum og sanngirnismálum í þjóðfélaginu að andstaðan er við það. Og það er sérhyggjan sem er að berjast gegn því sem er almannahagur. Auðlindir í þjóðareigu. Er þetta ekki vilji þjóðarinnar? Jú, svar þjóðarinnar var að sjálfsögðu mjög skýrt hvað þetta ákvæði varðaði í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Það virðist samt vera mjög sterkur minnihlutahópur sem að vill berjast gegn þessu en að sjálfsögðu er það stóra málið að fá auðlindirnar í þjóðareigu. Í mannréttindakaflanum er fjallað ekki eingöngu þetta mál, heldur líka til dæmis umgengni við náttúruna og ýmis önnur atriði. Hvað finnst þér það mikilvægasta sem, fyrir utan náttúrulega þetta ákvæði í sambandi við að auðlindirnar skulu verið í þjóðareigu, hvað finnst þér mikilvægasta breytingi sem gerð hefur verið á mannréttindakaflanum? Mér finnst mjög mikilvæg þessi breyting að við skulum vera að taka inn þessa mannréttindasáttmála eða ákvæði alþjóðlegum mannréttindasáttmálum sem við eigum hluta af. Mér finnst mjög mikilvægt þetta nýja ákvæði rétt barna og það sem felur í sér að það er hlustað á viljaafstöðu barnsins. Nákvæmlega, gífurlega mikilvægt. Og að við tökum höfum þarna yfirlýsingu það að við ætlum að taka á hvers konar ofbeldi, heimilisofbeldi, það sem að gjarnan hefur verið þessi friðhelgi heimilisins hefur gjarnan verið notuð til þess að gera það erfitt fyrir. En við ætlum að halda því. Við ætlum að halda því, en við ætlum einmitt að leggja áherslu á að það hafi eitthvað með það að gera að við getum unnið gegn heimilisofbeldi. Örn, lýðræðisumbæturnar, beint lýðræði. Er ekki flestir hlynntir því? Ég held það. Persónukjöri, beint lýðræði. Persónukjör og jöfnun atkvæðisréttar eða atkvæðis og þetta hleypa þjóðinni að með skilgreindum hætti að þjóðin geti látið til sín taka í stórum málum og haft áhrif á gengi mála. Það er skref í átt til aukins lýðræðis og ég held að þjóðin láti sér ekki duga eftir þessa reynslu síðustu ára að kjósa bara 4 ára fresti. Nú vill fólk fá að hafa áhrif oftar og með meira afgerandi hætti heldur en hingað til. Arnfríður, nú er gert ráð fyrir í stefnu flokksins að Landsvirkjun verði ekki seld. Telur þetta ekki mikilvægt?
Því að það eru hugmyndir komna fram að selja hluta í Landsvirkjun. Mér finnst það mjög mikilvægt og reynsla síðustu ára hefur bara sagt okkur það að þessi einkavæðingar stefna sem hefur verið í gangi, hún hefur bara mistekist. Hún hefur bara Einkavæðing bankana mistök. Já, og við höfum séð það við þurfum að tryggja það að þessar auðlindir okkar séu í þjóðareigu og þjóðin fá að njóta góðs af þeim. Já, nú það í sambandi við nýtingaréttin. Nú hafa komið fram hugmyndir á þinginu að breyta þessu. Bæði auðlindaákvæðinu og jafnvel frumvarp það að útgerðin fái nýtingarétt til 20 ára. Já. Við erum algjörlega ósammála þessu. Já. Við viljum að komi fullt gjald. Við viljum að þjóðin sé skilgreindur eigandi að þessum auðlindum og að það komi fullt verð fyrir afnotin. Það menn berjast á hælum hnakka að reyna að komast fram hjá þessu. Framsóknarflokkurinn að taka upp gamalt mál núna og vil gera nýtingaréttin að andlagi eignar og sem hægt að verða að veðsetja. Og þetta er bara leikur með eignarhaldi í raun og veru. Við viljum hafa þetta alveg á hreinu, þjóðin á þessar auðlindir og getur veitt aðgang að auðlindum sínum á opinn og lýðræðislegan hátt, sanngjarnan hátt og það komi fullt verð fyrir, það að segja markaðsverð. Það undarlegt líka að flokkar sem kenna sig við markaðshyggju skuli ekki vilja opinn markað. Í mannréttindakaflanum fjallað upplýsingarétt fjölmiðla og almennings. Þannig að almenningur hafi greiðan aðgang að opinberum upplýsingum. Að vísu var þessu breytt að einhverju marki, en í núgildandi stjórnarskrá ekkert slíkt ákvæði. Mikilvægi þess ákvæðis allir? Ég held að þetta sé eitt af því sem að við sem að lifum í byrjun 20. aldarinnar við bara búum í allt öðru samfélagi heldur en að mörg okkar ólust upp við að þetta ákall á gegnsæi og ábyrga og gegnsæja stjórnsýslu að það bara eitthvað sem skiptir okkur gífurlega miklu máli og allir þessi tækni sem hún kallar á, hún gefur okkur möguleika til þess að hafa hlutina miklu opnari og en hún kallar líka á það að við mörkum okkur einhvers konar stefnu og að við búum til reglur í kringu hlutina. En ég held að þetta skiptir mjög miklu máli. Nú eru þið guðfræðingar, Örn, og hvernig finnst ykkur að stjórnlagaráðið hafi tekið á þessu ákvæðum þjóðkirkjuna? Samstaðan sem varði í stjórnlagaráði var að þjóðkirkjan nyti ekki verndar í stjórnarskrá. Við urðum sammála það. Þetta var lagt í dóm þjóðarinnar sem hefur sagt sitt álit og vill að þjóðin verði vill að þjóðkirkjan verði inn í stjórnarskrá. Já. Nú, við tókum núna stutt hlé og komum aftur og næst munum við ræða velferð og menntun og menningu. Lýðræðisvaktin ætlar að snúa við þeirri þróun í heilbrigðismálum sem hér hefur verið ríkjandi. Það er að segja að smala öllum sjúklingum á einn blett á landinu. Þetta teljum við beinlínis vera þjóðarfjandsamlegt og vega að grunnþjónustunni. Við viljum frekar smala heilbrigðisstarfsfólki á þá staði þar sem sjúklingarnir eru fyrir, það er að segja heimabyggð. Við höfum að nýta það húsnæði sem víða liggur autt og illa nýtt og blási það nýju lífi. Það er miklu betra fyrir starfsfólkið að geta sótt vinnu nærri sínu heimili og sömuleiðis fyrir sjúklinga að sækja þjónustu í heimabyggð. Við skulum gæta því að megnið af viðfangsefnum heilbrigðisþjónustunnar liggur á sviði grunnþjónustu, ekki hátækniþjónustu. Þess vegna segjum við í lýðræðisvaktinni: forgangsmál í heilbrigðismálum er grunnþjónusta og þjónusta við aldraða og öryrkja. Það blasir við á næstu árum, þar mun þörfin á þessum sviðum vera mest, ekki í hátækniþjónustu. Við erum ekki á móti að fá nýtt sjúkrahús, við viljum bara bíða með það, setja því salt. Það er ekki fyrsta mál í forgangi hjá lýðræðisvaktinni. Hvers vegna ætti fólk að kjósa lýðræðisvaktina? Það get ég sagt ykkur. Það er vegna þess að lýðræðisvaktin hún byggir
á góðri og gildri hefð stjórnlagaráðs, þar sem komu saman 25 ólíkir einstaklingar og settu saman stjórnarskrá og samþykktu einróma eftir ákalli þjóðarinnar. Þessi vinnubrögð, þetta verklag, ætlar lýðræðisvaktin að hafa í heiðri, fá hún til þess fulltingi frá ykkur kjósendur góðir í alþingiskosningunum í vor. Fáðu þér Mars í Mars og styrktu Mottumars átak Krabbameinsfélagsins. 5 krónur af hverju seldu Mars renna til verkefnisins Mottumars átak Krabbameinsfélagsins. Tugir fermingagjafa á tilboði fyrir hann og hana. Sendum frítt úr vefverslun. Líndesign, Laugavegi 176 og lindesign.is. Mikið úrval af glæsilegum kjólum og fatnaði í stórum stærðum. Sendum frítt land allt. Skoðaðu úrvalið á curvy.is. Hafðu samband og við stillum upp framtíðinu með þér eins og þú vilt hafa hana. Allians tryggir þína framtíð. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú færðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Já, við erum að ræða hér stefnumál lýðræðisvaktarinnar og við ætlum að fara að ræða velferðarmálin. Kannski byrja á heilbrigðiskerfinu Arnfríður. Hvaða breytingar eru í stefnu lýðræðisvaktarinnar í samanborið við það ástand sem við búum við núna í heilbrigðismálum? Það er meðal annars þetta að þjónustan verði efld úti í hinum, úti á meðal fólksins í staðinn fyrir að hafa hana svona miðstýrða og safna öllu á eitt stað. Við hafnum miðstýring. Já. Já. Og líka að bíða með nýjan spítala, að setja það ekki sem forgang allavega. Það er tilhneiging í þjóðfélaginu, finnst mér, hefur verið lengi að halda að allt sem er stórt sé betra. Það eru stórar og grottalega lausnir. Það voru Kárahnjúkar, það eru álver, það eru stórir verksmiðjutogarar í staðinn fyrir að dreifa vinslunum landið. Og það er allt í þessum grottalega stíl, þessum tröllslega stíl. Og nú er þetta stóra sjúkrahús. Ég held við höfum ekki efni á því núna og það er ákall það að dreifa þjónustinni og að láta hana vera nær fólkinu vítt og breitt landi. Þar er húsnæði og það er ýmislegt til staðar sem ekki kostar mikið að setja í gang. Já. Þannig að ég held að við eigum að hugsa fara aðeins tilbaka og hugsa þetta svolítið smærra og meira í nánd. En Arnfríður, lýðræðisvaktin leggur áherslu á hjúkrunar, heimahjúkrun og aðstoði aldraða. Já. Og ég held að það sé bara það sem er kall tímans að það er gífurlega mikil þörf á aukinni þjónustu við fullorðið fólk og það eru flestir sem vinna með fullorðnu fólki sammála kosti þess að fólk fái að búa í sínu umhverfi sem lengst. Þannig að heimahjúkrunin og aðhlynning í heimahúsum er eitthvað sem er mjög mikilvægt. Er þetta ekki ódýrari leið líka? Þetta er ódýrari leið en þetta er líka mannvænni leið en að sjálfsögðu þurfum við líka að hafa þjónustuna til stað þegar fólk getur ekki lengur verið heima hjá sér. Þannig að við þurfum að geta búið öllum umgjörð sem að hendar þeim og sem gerir þeim kleift að lifa mannsæmandi lífi allt fram á síðasta dag. Nú vilja margir vinna lengur en til vinna lengur þó þið séu kannski 60 og 7 ára gamlir og þá eru þessar tekjutengingar sem að byrja þá. Hvað finnst þér þetta?
Akkur ekki leyfa fullfrísku manni að vinna og hann borgar sína skatta á þess að bætur séu skertar. Ég held að við höfum ekki að þvinga fólk til aðgerðaleysis. Ég held að við höfum að gefa fólki fleiri frelsi til þess að nýta sínar hendur og gáfur til góðra verka. Og það sagði mér nú öldrunarlæknir að það væri búið að lengja svo líf Íslendinga að lífeyriskerfi myndi hrynja af þeim sökum einum því að við þyrftum að vinna til níræðis ef að kerfið ætti að ganga upp. Já. Þannig að það að hætta 67 ára, það mennur að hætta bara sem unglingar með það við það. En ég held að fólk þurfi að fá tilfinninguna í þjóðfélaginu, almennt talað, að það sé einhvers virði, að því finnist það sé hugsað það, að heilbrigðisþjónusta sé nærri. Unga fólki sem nú er í gríðarlegum skuldavanda, það verður að taka á því. Og við erum með útgerðina sem hefur haft 80-90 milljarða í arð á síðasta ári. Bankarnir hafa milljarða tugi og nú er bara komið að því að við segjum við þetta fólk sem græðir svona vel. Nú þarf að hjálpa þessu fólki sem er að gefast upp. Við megum ekki missa þetta fólk úr landinu. Við megum ekki að unga kynslóðin flosni upp og gefist upp á Íslandi. Arnfríður, hægt að breyta menntakerfinu? Það er mjög erfitt. Sumir hafa reynt að gera þetta og menn hafa jafnvel gefist upp á þessu. Kannski ekki verið gerð alvarlega atlaga að þessu kerfi. Er nauðsynlegt að breyta og hvernig þá? Ég held að við verðum að aðlaga menntakerfið nýjum tímum eins og við þurfum bara að endurskoða og aðlaga annað. Er það staðnað? Það er staðnað. Nú ert þú að kenna í háskólanum? Já, ég veit að það er staðnað ýmsu leyti og við stundum finnum mjög mikið fyrir því að fólk sé að koma upp í háskólan sem að sé kannski ekki alveg nógu vel undir það búið. Ég held að við eigum að fara í svona heildarendurskoðun á menntakerfinu og ég held að við eigum að viðurkenna það er ekki markmiðið, það ætti ekki að vera markmiðið að allir útskrifist með háskólamenntun, heldur auka virðingu og svona status eða stöðu þeirra sem að gera eitthvað annað, að það sé svona, þetta verklega fái svona aukið vægi, umönnunarstörf fái aukið vægi. Ég held að það hentar ekkert öllum að vera í háskóla, en fyrir það fólk sem kemur upp í háskóla þá er gífurlega mikilvægt að það sé vel undirbúið. Ég held að við eigum að, eins og við segjum í okkar stefnu, að ég held að við ættum að vera svolítið opin fyrir því að sníða skólaskerfið að þörfum nemendana. Þannig að þetta sé svona nemendamiðað, þetta sé svona, við þurfum að auka sjálfstæði, við þurfum að hafa ákveðin ramma, en síðan gefa skólunum sjálfstæði og möguleika til þess að prófa sig áfram með svona nýjar leiðir, auka fjölbreytnina í skólakerfinu. Og ég held að við þurfum að skoða það, til dæmis akkurju nemendur hér er ekki að koma alveg nógu vel út úr alþjóðakönnunum. Ég held að séu mörg verkefni sem við þurfum að huga að. En í stefnu flokksins segir það auka sjálfstæði skólana og auka fjölbreytni. Já, og ég held að það séu mjög mikilvæg markmið. Þú ætla líka að huga þessu með íslenska drengi. Af hverju heltast þeir svona margir úr lestinni eins og raun ber vitni? Það er eitt sem þarf að skoða. Og efla menntun á öllum sviðum. Iðnmenntun er gríðarlega mikilvæg. Við höfum ekki tapað þessu verkviti úr landinu. Já, en ef við snúum okkur til dæmis að landsbyggðinni. Í stefnu flokksins er talað það að auka strandveiðiheimildir og að setja allan fisk á markað. Hvað segir það, Örn? Ég held að við eigum að tryggja það að fá sem hæst verð fyrir fiskinn og að gefa byggðunum tækifæri til þess að stunda sjávarútveg
þar sem að stutt á miðinn og fólk getur stunda þetta með tiltölulega litlum tilkostnaði. En erum að tala að auka aflaheimildir á einhverju marki? Já, það auðvitað fiskifræðingar að segja til það. Eiga þeir algjörlega að ráða þessu? Já, sko, sjómenn hafa nú sitt vit í þessu og heimamenn og ég held við verðum að... Við erum að veiða kannski 1/3 af því sem veitt var fyrir mörgum áratugum síðan. Já, ég held við þurfum að nota þekkinguna frá öllum aðilum í þessu sambandi. Það engin einn sem veit allt. Arnfríður, það gífurlegur aðstöðumunur hérna í okkar samfélagi varðandi lýðræðið. En hérna þeir hafa fjármuni 300-400 milljónir stjórnmálaflokkarnir og aðgang upplýsingum. Svo þröskuldurinn, 5% af þröskuldurinn. Er þetta réttlæti í þessu? En ég verði víst að núna að fara að stytta þetta því að við verðum að fá ekki leið hér og við verðum að fara að ljúka þessu og ég vil þakka ykkur fyrir komuna hér og við munum sýna myndir þar sem að Lýður Árnason ræðir við nokkra stofnendur og fylgismenn flokksins. Þú nefndir áðan lykilhugtak, réttlæti. Það okkar baráttumál. Takk ykkur fyrir. Takk. Við í lýðræðisvaktinni viljum vera varkár og lofa ekki upp í ermina okkur. Við stundum ekki yfirboð á loforðum. Við vitum að Íslendingar standa ekki vel fjárhagslega og blikur eru á lofti við losun svokallara snjóhengju og uppgjör erlendra skulda. Hér þarf að sýna aðgát og fyrirhyggju til að þetta uppgjör sligi ekki almenning. Við viljum skoða hvernig hægt að leiðrétta hlut íbúðakaupenda sem tóku lán á árunum kringu 2005-2008 og hefur borgað samviskusamlega af lánum sínum en skuldar þrátt fyrir það meira en þeir eiga. Þessum hópi þarf að forgangsraða. Nákvæmlega hvernig það verður gert getum við ekki sagt að svo stöddu vegna þess að við vitum í raun og veru ekki allt sem við þurfum að vita það að hver staðan er. Þess vegna viljum við fá hlutlausa erlenda sérfræðinga til þess að taka stöðuna út svo að við vitum hvar við stöndum því að það þurfum við að vita áður en við getum sagt hvert við ætlum að halda. En eitt alveg víst að við erum sammála það á lýðræðisvaktinni að það þarf að færa niður skuldir heimilanna að hluta til þess að jafna þann órétt sem lántakendur voru beittir meðan lánveitendur sátu með allt sitt á þurru. Það þarf að endurskipuleggja bankamálin þannig að jafnræðis sé gætt milli lántakenda og lánveitenda. Við viljum einnig halda ríkisbúskapnum í skefjum. Við viljum halda skattheimtu í skefjum. Við viljum láta skoða vandlega fyrirhugaða risaframkvæmdir ríkisins til þess að athuga hvort ekki sé hægt að komast hjá þeim eða standa betur að þeim og ódýrari hætti heldur en ella væri. Við viljum varast útþenslu ríkisbáksins en við viljum einnig standa vörð velferðarkerfið, menntakerfið, heilbrigðiskerfið og þarna þurfum við að finna hið rétta jafnvægi og það treystum við okkur til þess að gera. Við viljum líka að frelsi fylgi ábyrgð. Til dæmis geta bankar ekki búið við frelsi til að lána hverjum sem án þess að þeir beri ábyrgð á þeim gjörningi sjálfir. Við viljum að bankar beri ábyrgð á starfsemi sinni og reikningurinn af lélegri bankastjórn lendi ekki á almenningi. Efnahagsstefnan varfærin og hún miðar að því eins og frumvarp stjórnlagaráðs að draga úr líkum þess að íslenskt efnahagslíf hrynji öðru sinni. Þar eru tillögur að bönd séu lögð á bankana svo að þeir þurfi að lúta hraðahindrunum svo að þeir geti ekki aftur vaxið landinu yfir höfuð. Þetta teljum við vera mjög brýnt. Öllum þykir okkur sjálfsagt að hafa ákvæði hámarkshraða til þess að tryggja umferðaröryggi. Við þurfum að hafa samskonar hraðahindranir í bankalöggjöfinni svo að bankarnir vaxi ekki of hratt. Það auk þess mikilvægur liður í því að halda verðbólgu í skefjum. Lýðræðisvaktin leggur áherslu á dýravernd. Við viljum vernda þau og sjá til þess að þau fái mannúðlega meðferð. Ætlar þú ekki fá mannúðlega meðferð og láta sleppa þér?
Lýðræðisvaktin hefur stefnuskrá sem rúmast í einni málsgrein. Við sem byggjum Ísland viljum skapa réttlátt samfélag þar sem allir sitja við sama borð. En stefnuskráin er auðvitað lengri en þessi eina málsgrein. Það má segja að stefnuskráin sé eiginlega frumvarp stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá sem bíður nú loka afgreiðslu á Alþingi. En svo er til þriðja útgáfan af stefnuskráni sem er lengri en ein málsgrein en miklu styttri en frumvarp stjórnlagaráðs og hún hefur verið birt almenningi á vefsetri lýðræðisvaktarinnar sem heitir xlvaktin.is og það er gagnvirkt vefsetur í þeim skilningi að kjósendum er velkomið að segja hug sinn til þeirra stefnumiða sem þar er lýst og við munum bregðast þakksamlega við öllum ábendingum. Og reyndar er það svo að stefnuskráin hefur þegar tekið breytingum í ljósi ábendinga sem okkur hafa borist frá bláókunnugu fólki. Og þetta er einmitt sá háttur sem við höfðum á þegar stjórnarskrárfrumvarpið var samið í stjórnlagaráði. Þá bárust okkur mörg hundruð athugasemda frá fólki víðsvegar landið og þær gerðu frumvarpinu mikið gagn og það er í þessum anda sem við viljum standa lýðræðisvaktina. Mér langar að hvetja ykkur til þess að kynna ykkur stefnumiðin á vefnum og hjálpa okkur til þess að skerpa þau og bæta þau.